daginn, við heitum Erla og Hulda og erum þroskaþjálfarnemar við Háskóla Íslands. Þetta hlaðvarp hluti af BIA-verkefni okkar, þar sem við skoðum stöðu einhverra einstaklinga með áfengis- og vímuefnavanda á Íslandi í dag. Viðmælandi þáttarins Guðlaug Svala, fyrrverandi verkefnastjóri hjá Einhverfusamtökunum. Hún hefur komið víða við að málefnum einhverfra, bæði sem foreldri og á rófinu sjálf. Hún tók til að mynda þátt kom að heimildamyndinni að sjá hið ósýnilega sem fjallar einhverfar konur og hefur haldið út bloggi þar sem hún skrifar málefni einhverra kvenna og stúlkna. Hún hefur einnig haldið út í hlaðvarpinu Ráfaðum rófið ásamt stöllu sinni Evu Ágústu, þar sem þær hafa meðal annars fjallað einhverfu og fíkn. Gott að sjá þig, Guðlaug. Já, sömuleiðis. Og takk fyrir að tala við okkur. Það er bara sjálfsagt. En þú ert að gera svo margt fleira. Viltu segja okkur aðeins frá því? Já, maður getur ekki verið einhver kona þess að vera með marga hatta. Og ég er menntuð sjúkraþjálfari. Þar á undan lærði ég spænsku. Ég var í tónlistarskóla lengi. Ég er leiðsögumaður. Ég vinn ekki við neitt af þessu. Ég hef búin að vera að glíma við heilsubrest undanfarin 8 ár og það er svolítið fyndið sko að þó ég sé núna í endurhæfingu þá er ég samt með 2 verkefni. Ég hef aldrei unnið við eitt í einu. Ég hef aldrei verið í einum skóla, aldrei í einni vinnu. Og núna er ég sem sagt annars vegar nýbúin að stofna fyrirtæki sem heitir Skynvin, einhverfræðsla og ráðgjöf. Af því að mér vantaði einhvern veginn hulstur utanum bara það sem ég er búin að grufla og grúska í sambandi við einhverfuna og við að mér bara sem til dæmis þegar ég var að vinna hjá Einhverfusamtökunum. Ég tók 100 viðtöl við einhvert fólk, foreldra, börn, ættingja, alls konar, kallaði mig þá bara svona human Google machine. Því ég er ekki ráðgjafi en ég gat bara fólk að fletta upp í mér eða var að velta fyrir sér einhverju. Og eins og ég segja, mér er svolítið grátlegt að sitja uppi með mikla þekking og það er þörf fyrir hana. En ég fór yfir á rafræna sviðið og þegar ég útskrifaði sjálf frá virk að þá bara mjög stuttu seinna þá undirritaði ég þróunarsamning þar sem ég fekk styrk hjá þeim til að búa til námskeið einhverfukulnun sem verður á netinu og ég er að heita á sjálfa mig að klára það núna bara áður en þessi mánuður er úti, það eru 10 dagar. Ekki pressa. Ég er mjög svona deadline drifin, ég er í ADHD greiningarferli líka bara þessa dagana og mér vantar svona deadline til að klára hlutina. Þannig að ég er að rembast við að koma því í loftið og þá get ég veitt þessar ráðgjöfur og án þess að hitta fólk, maður og mann sem er það sem að þreytir mig. Ég greindist með ME-sjúkdóminn eftir að hafa verið að glíma við einhverfukulnun mjög lengi. Ég tók þetta alla leið, ég er svolítið gjörn á það. Og svo er ég prjónahönnuður, það kom eiginlega upp úr þessum veikindum. Ég er búin að prjóna alla ævi og hekla og sauma og mála og ég veit ekki hvað og hvað. En þegar ég var sem veikust að þá, eins og ég kalla oft einhverfukulnun svona tímabundna heilabilun. Og hjá mér þá hafði ég ekkert jafnvægi og gat ekki lesið. Þannig að það var rosa fátt sem ég gat gert. Ég gat setið á rassinum, hlustað á Netflix, ekki hort á það. Svo gat ég heklað. Og þá heklaði ég náttúrulega, ég held að það hafi verið kringum 10 listaverk sem að ég sýndi síðan út í bæ. Þar sem ég heklaði svona kvennasögu. Vá, frábær. Já, og eitt þeirra heitir einmitt á skjön og fjallar að sjá hið ósýnilega. Þar eru sem sagt 17 ólíkar dúllur í ólíkum litum sem eru heklaðar saman og það var svolítið kúnst að hekla saman 17 teninga þannig að þeir mynduðu heild. En það gekk þegar ég setti það á ská sem var svo fallegt með einhverju konunnar. Leið ég setti það ekki í 90 gráður heldur 45 þá small það saman í mjög fallega heild. Svolítið tákgrænt. Það er svolítið tákgrænt, þannig að þetta var svolítið svona. Þetta fæddist bara upp úr, ég segi svolítið að við heklum mig til heilsu
í það skiptið og þráðurinn svona kom með, og þessi þráður lá til formæðra minna, sko. Ég fann það alveg mjög sterkt, þannig að þetta voru allt svona kvenna, allt sem ég gerði. Og þá fór ég að gera svona upp úr sjálfur mér frekar heldur en að lesa uppskriftir, ég gat það ekki. Og í framhaldi af því þá fór ég að segja hanna sérst prjónaflíkur. Og þær eru orðnar einhverju tugir síðan og já. Og púslast svona vel saman að því að prjónasamfélagið svo einhvert og svo skynsegin. Instagramið mitt meðal annars var óvart væral á síðasta ári. Ég held að það verið síðasta vor, þá, ég sé ekki hvaðan á mig stóð veðrið, þá gerði ég lítið svona myndband sérst að prjón væri besta stimmið. Ég fór svona yfir það, þú veist, þetta náttúrulega, þetta svona handflapping, nema bara það kemur eitthvað út úr því. Og svo þetta náttúrulega til þess að hjálpa manni með uppkontaktin, maður getur bara horft á prjóni, maður þarf ekki að horfa á, þú veist, þann sem að tala við. Maður getur sagt þeirri fyrirgeðu ég er að telja, þú veist, en maður vill ekki tala. Og svo þetta náttúrulega snerting, sjón, hljóð, þú veist, áferð, allt þetta litir. Þannig að þetta stimma á alla kanta, lykt mér sé. Og þetta komið með einhverja, þú veist, 1,4 milljón áhorf og fór út allt. Þannig að eftir það gengur miklu betur að selja prjónauppskriftir. Þannig að einhverja hjálpar á mörgum sviðum. En svo var ég í svona félagsmálum og pólitík líka áður. Ég var sérst formaður BHM í einhver ár og ég var fyrst, sko það leiðist maður svona einu að því maður svo mikil réttinda einhver var stelpur og konur svo mikla réttlætiskennd. Ég var náttúrulega orðin að því trúnaðarmaður á vinnustað og fór svo í samninganefnd og var svo formaður stéttarfélags og þaðan fór ég að verða formaður bandalags háskólamanna og var þar í alls konar, fékk svona innsýn í, þú veist, vinnumarkaðs, við til dæmis í stjórnvirk. Þannig ég er búin að prófa allar hliðar, ég er búin að sitja í stjórn, ég er búin að vera meðferðarþegi og síðan er ég núna sérst í samstarfi. Og svo leiddist ég út í pólitík, bæði landsmála, þó ég hafa nú aldrei, sko ég var í þriðasæti á eftir henni Freyju Haralds og mjög stolt af því að hafa stutt hana inn á Alþingi. Já, frábært. Og það var athyglisverð kosningabarátta, það geti sagt ykkur. Það sem fólk leiði sér að segja. Já, hvað myndi að gera það svona? Já, bara, þú veist, þessi manneskja hefur bara eitt málefni. Það getur ekki verið að kjósa bara einhverja konur sem ætla bara að fjalla fallað á sjálfa sig. Þú veist, maður alveg, sjónarhorn hennar bara mjög heilbrigt á mjög marga hluti, sko. Og svo var ég náttúrulega einhverfur bæjarfulltrúi í 8 ár og í Hafnarfirði og vil alveg meina það þó að það sé erfitt að þá þarf að vera einhverfur líka við öllum bæjarstjórnum og þeir eru náttúrulega slatti á þingi any given time þó þið vitið það kannski ekki. Að þá hafa þá erum við út allt sko og erum svona kannski bara komið í ljós meira. Hæfileikar í kraftmikil kona, heyri ég. Já, ég hef oft, sko mér fannst oft þegar ég var svona ennþá að reyna ákveða að ég ætlaði að verða eitthvað þegar ég er stór, sko, ég er löngu búin að gefast upp á því. Og þá var ég ofta þessu, sko, mér vantar svona hæfileikaleysi, af því að, þú veist, þá væri ég kannski bara það sem ég get gert. Það væri mér ekki alltaf einhvern veginn á fleygiferð út allt, og ég man, sko, þegar ég var táningur, þá var geggjuð manneskja sem heitir Kjúrigei Alexandra sem ég fannst ekkert rosalega töff þá. Hún er sko frá, hvaðan er hún? Einhverju svona Jakútsíu eða eitthvað. Og hún er titluð fjöllistakona og mamma mín pikkar það upp og segir, þú ert fjöllistakona og ég bara, nei, ég ætla ekki að vera það. En ég er eiginlega búin að setja mig við bara, ég er ekki fínt að vera bara fjöllistakona. Það vil meira það. Já. Það er útrúlega flott og... Já, og Kjúrigei, þú veist, respekt á hana, sko, ef við googlið hana þá finnið ég margt stórfenglegt sem hún hefur gert. Já, en út frá BA-verkefninu okkar, eins og Hulda sagði í byrjun, þannig erum við að skoða stöðu einhverja einstaklinga með áfengis- og vímuefnavanda. Það langaði okkur, sko, eina ástæðunum fyrir því að okkur langaði að fá þig til í okkar þáttin er að þú þróaðir. Takk fyrir. Þróaðir náttúrulega fræðslu fyrir SAO. Þannig að komum orða, já. Geturðu sagt okkur eitthvað frá þeirri vinnu? Já, það var sko,
Þetta var í COVID, ég byrjaði að vinna hjá umhverfissamtökunum bara, þú veist, eiginlega í COVID. Þannig að þetta var í fjár, ég hitti fólkið ekki nema í gegnum net, en engu að síður þá var þetta mjög gott samtal og ég hitti reyndar hérna fíkn með geðdeildina seinna. Já, með þessa sömu fræðslu. Og það var í sal út í bæ, þannig að það var svona beinna samtal. En þau sést óska eftir að fá betri innsýn í, eða bara fá fræðslu um einhverju og ég náttúrulega, þú veist, fannst það svo brilljant að skoða þennan snertiflut og hellti mér ofan í að grúska aðeins það og fann svona einhverja bækur og greinar og dót sko og það sem ég gerði líka sem ég var mjög stolt af þá að því ég er svona stundum einspilari sko að þá setti ég fyrirspurn inn á Skynsegin-hópinn á Facebook og segi ég er að fara með fræðslu BSA ef það er einhverjum reynslu og skoðanir og ábendingar þú veist, bara ferlið að fara í meðferð og eftir meðferð og allt þetta og edrú mennsku í kjölfarið. Það var rosalega gott að fá punkta sem ég get þá komið á framfæri. Já. Það var alveg snillt sko því að það kom svona beint frá fólki sem hafði bara verið í þessu sama kerfi og það er alveg ljóst að við eigum hátt hlutfall í eiginlega flestum þessum svona jaðar málefnum. Við eigum stór hlutdeild í fangelsum, við eigum mjög stór hlutdeild í félagslega kerfinu, við eigum stór hlutdeild hjá PETA. Bara, þú veist, þau eru búin að tala 25% en það eru miklu meira. Og mörg okkar komast aldrei alla leið, heldur koma ættingjarnir á eftir, þið viti. Og ég gerði líka fræðslu sko einhverju á heilbrigðiskerfið og þá notaði ég sko himingeimina því að við erum svo lost in space. Notaði það sem bakgrunn og glærnar. Að við erum bara einhver pláneta svífandi þarna úti og tínumst svo oft, við erum einhver svona Plútó. Sem stundum pláneta, stundum ekki. En þau voru mjög móttækileg og glöð með þetta og eins og allt annað að þá svolítið erum við bara sálfræði meðferð og við hafa heyrt náttúrulega í umræðinni sko að geðteyminn vísa okkur frá og sálfræðingar segist ekki vita hvað er að gera við okkur og svo framvegis og fólk virðist geta bara svona fórnað höndunum og sagt ég veit ekkert með einhverju. Engum datt það í hug í COVID að segja bara ég veit ekkert COVID, get ekki gert þetta. Fólk var bara að bregðast við og læra. En það er margt annað, sem sagt, margt af því sem gert er og þróað og viðurkennt í alls konar úrræðum og meðferðum fyrir taugatípist fólk er mjög óhentugt fyrir okkur. Og þá yfirleitt út af því til dæmis eins og í sálfræðimeðferðum að hugræn atferlismeðferð, hún byggir því á því að þú ert að breyta viðhorfið þínu til hugsannavinna ýmislegt og til dæmis ef þú átt erfitt með að fara út á meðal fólks þá ert að svona endurskoða hvernig þú hugsar það. Og svo er jafnvel farið í exposure therapy þar sem þú átt bara eins að fara út og svo vinnur bara úr þínum hugsunum á eftir. En hjá okkur þá er þetta allt annað handleggur, þá er ástæðan fyrir við viljum ekki fara út á meðal fólks er kannski frekar hávaði, erill, lykt, líkamlega óþægindi. Og það eiga bara að hugsa sér einhvern veginn frá því að bara taka upp jákvæðara viðmót, þið veitir. Að það gerir illt verra oft og verður til þess að við upplifum að við höfum alveg feilað í meðferðinni. Við erum kannski mjög reglufest og förum eftir öllu sem okkur sé sagt. Ég fór í ham á sín tíma hugræn atferlismeðferð og ég orðið þetta bara, þú veist, það var bara party in my brain þegar ég ætti að fara að hugsa hugsanirnar mínar. Af því ég geri það alla daga. Ég hugsa að ég sé að hugsa að ég sé að hugsa. Og svo átti ég líka að hugsa það og ég ætti að skrifa það niður. Og bara það voru ekki ná 4 línur sem ég fekk til að skrifa. Þú veist, í einhverju vinnubók ég bara mjönda marga blaðsjur. Og þannig að, og það snýst ekki sko, við erum ekki að bregðast óeðlilega við eðlilegum aðstæðum og þurfum síðan að aðlaga viðbrögðin okkar, heldur erum við að bregðast mjög eðlilega við óeðlilegum aðstæðum. Og þá er ekki lækningin að bara einhvern veginn, við erum búin að vera lag og grað síðan við fæddumst og það þarf ekki að hjálpa okkur við það þarf að hjálpa okkur við að breyta umhverfinu. Þannig er kannski líka, þú veist, snúningspunkturinn á fíkninni að
ef við orðum það sem svo að fólk sé með, þú veist, áfengissýki, að eitthvað í heilanum á því, þú veist, kalli á áfengi og svo þurfum við að læra að forðast þetta efni, að þá ekkert endilega þannig að fólki hjá okkur, sko, sé með einhverja, svona í sér, einhverja þörf fyrir áfengi. Eða vegna þess að það er kannski miklu frekar að nota það sem deyfilyf. Það er að sagt, taka líðan sem það er með sjálft og deyfana. Og það er svo margir þættir sko að þú veist, áfengi er social lubricant, eins og það heitir. Það, þú veist, er til að smyrja í samskiptum og margir eiga, þú veist, bara hinn almenni Íslendingur þarf, eða svona segist oft þurfa að fá sér glas til að geta að tala við fólk og útlendingar sem hitta Íslendinga segja bara allt annað að hitta á djamminu heldur en þú veist, eitthvað stöld í bæ. Þú veist, þeir verða frá því að vera þeigjandarlegir yfir í að tala og við upplifum það alveg líka og það verður auðveldar einhvern veginn að fara út úr skelinni. Þannig að og svo maður vitni nú í Hönnu Gadsby, einhverfa uppistandarann þegar hún segir sko að það að vera einhverfur er svolítið eins og vera alltaf edrú gæinn í partíinu. Eða öfugt, einu fullimaðurinn á staðnum, þú veist, þau eru allavega á skjön við hina. Og þannig að það er alveg vitað að barir til dæmis hækka, ef þið vilja, ef það er lítil sala á barnum, þá hækkar músíkina. Þess að það meiðir mann í eyrunum og þegar maður drekkur þá heyrir maður verð. Þú veist, það slaknar á þessu vöðvum og eitthvað sem að vinna úr hljóðinu. Þannig að okkur gengur betur að vera í ógeðslegum hávaða þegar við erum full. Og fólk sem er með næmari heyrn, því finnst ég vel þægilegt bara að vera þá deyfður í þú veist, miklu vægara umhverfi heldur en að þú værir á bar með bassaboxi og svona. Þannig að, og svo erum við náttúrulega líka svolítið, þú veist, svona bókstafleg og þau okkar sem maska erum oft að horfa á svona dægurmenningu, þú veist, við lesum bækur og við horfum á bíómyndir til að sjá hvernig lífið er. Og það segja allir að þú finnir ástina á djamminu og finnir vináttu á djamminu. Og ef okkur vantar, ef við upplifum okkur utangátta, þá kannski bara hugsa þess að svo ef ég fer á barinn, þá hlýt ég að, þú veist, eignast vini. Og oft er þá kannski aðgangseyrir sá að ég fari þá og neyti eitthvað. Og svo náttúrulega yfir í hitt að ef við erum alveg, þú veist, ég myndi segja að það er svona örugglega 98% okkar sem verða fyrir einelti í skóla og vinnu og lífinu bara. Og ef maður er félagslega útundan þá er líka stundum auðveldara að fara í jaðarhópana heldur en að leita inn í mainstreamið og jaðarhóparnir eru oft í neyslu. Það er eitthvað sem ég er búin að segja við Huldu sko 1000 sinnum þegar við erum að ræða verkefni okkar og við erum að stúdera af hverju fólk leitast út í ekki bara fatlað fólk sko, að því að þörfin til að tilheyra og ég sá það bara í minni vinnu að einmitt það er svo auðvelt oft að komast inn í þessi jaðarhópa. Það eru einhvern veginn allir velkomnir oft þar en og sérstaklega því miður ef að fólk á peninga eða eitthvað, þú veist, hægt einhvern veginn að líka lítilekka fólk að þú veist, þá er hægt að nýta sér það sko. Nákvæmlega, og við erum oft hrekklaus og svona trúum engu illu upp á fólk sko. Ótrúlegt en satt, þegar það sé búið að berja maður niður oft og oft að þá trúum við alltaf næsti með þessu góður. Og og svo erum við svolítið auðmýkjagóð líka, ef við megum nota það orð, að finnum til með fólki og ef einhver segir sko, þú veist, ég er á götunni með vantar peninga, þú veist, þá getur við alveg verið að segja þú mátt bara búa hjá mér og ég skal gefa þér að borða og svo í því fælst kannski eitthvað fleira. Þannig að sem ég kannski að segja að svona grunnforsendan sko, svo þurfum við líka að hugsa að kerfi eins og við erum að reka okkur á fleiri og fleiri staði í dag alltaf þar sem að við erum að sjá, þú veist, að kerfis voru hönnuð af hvítum miðaldra köllum fyrir hvíta miðaldra kalla. Þú veist, hétu ekki Bill og Bob sem byggu til A? Jú. Hvernig voru þeir á litin? Þeir voru hvítir. Já. Kallar í Ameríku. Í Ameríku. Já. Og það er ekkert sem segir okkur að það kerfi sem sé endilega það sem hentar skynsegin fólki og
konur og kvár eru náttúrulega líka, þetta hér heima hefur verið stofnað, hafa verið svona hliðarskot, sko, ekki rótin og eitthvað svona sem konur reyna að gera öðruvísi. Já. Og já, þannig að kerfið, þú veist, við getum ekki alltaf verið að kenna það sem virkaði vel, sko, 1960-70 í einhverju tilteknu samfélagi. Og við þurfum svolítið að horfa á hlutina út frá nýjum og ólíkum sjónarhornum. Og bara svona sem dæmi að sko, þessi hlutinni geta litið eins út af yfirborðinu, eins og bara ef þið byrjið saman þunglindi eða einhverfukulnun. Það lítur mjög svipað út á yfirborðinu. Manneskjan verður dauf, hún verður framtakslítil, hún verður einangra sig, henni líður illa. Og ef hún þunglind þá segja allir, þú veist, þó þú sért heima hjá þér veik, þú veist, farðu fötin inn á morgni og ertu svona eins og þú sért á lífi og endilega farðu út á meðal fólks og hreyfðu þig. Þetta svona, það er bara að vita að þetta eru lyklar að velgengni. Ef þú ert þunglindur þá er oft bara að setja annar fótinn fram fyrir hinn. Það gerir, þú veist, hormónavirkni og ýmislegt sem fer af stað og þeir mun líða aðeins betur. Ef þú ert í einhverfukulnun, þá segi ég bara joggingalinn alla leið eða náttföt. Þú veist, að því skynræna, þú fyrir ekki í gallabuxur í kulnun, af því að það er svo óþægilegt. Og félagsskapur er bara þá átt að fara mjög varlega í það. Allavega það verður að vera félagsskapur þar sem þú þarft ekki að maska og hann verður að vera á þínum forsendum og skynrænt, góður, þú veist, að hittast að kaffihúsi er erfitt, þú veist, hávaði, lykt og allt þetta. Og svo að hreyfa sig er oft ekki lykillinn af því þú þarft að hvíla þig fyrst og fremst. Og það er sama skapið, sko, er kannski þá einstaklingur sem er komin út í mikla neyslu, að þá er kannski þessi svona knee-jerk reflex að úrræðin sem eru til og þekkt, að við ætlum að setja það inn í þau, að þau geta virkað bara mjög traumatiserandi. Og þá er ég að meina svona eins og að þú ert komin þá í settur í aðstæður þar sem þú ert settur í sko framandi aðstæður, nýtt umhverfi, það er nánd við annað fólk, þú veist, ég er að hugsa meðferð. Það eru tilheyrandi hljóðlykt, snerting og svo framvegis. Ég er ekki viss að það sé eitthvað svona skynrými eða einvera eða afdrep í boði. Það var eitthvað sem ég spurði SA um. Og svo veitist okkur mörgum mjög erfitt að tala við lækna og hjúkrunarfólk og alls konar yfirvald. Af því það hefur verið gegnum tíðina, þú veist, rosalega mörg okkar eru með þetta sem heitir svona, sko, heilbrigðistengt svona tráma, medical tráma. Að okkur átti ekki trúa að við erum öðruvísi svipbrigði. Þú veist, kona í fæðingu, það hefur verið rannsakað, sko, að það er sagt, þú veist, hún segist vera að henni sé óbúslega illt en það sést ekkert á henni. Þú veist, þá er ekki hlustað á hvað, þú veist, þegar típiskar konur fá ekki góða hlustun og hvað þá skynsegin konur í svona aðstæðum. Þannig að, þú veist, reynsla okkar af heilbrigðiskerfinu og félagslegakerfinu er oft mjög erfið. Og síðan eru settar fram margar breytingar samtímis. Þú veist, allskyns venjur og og fyrir utan það er náttúrulega deyfingin er tekin af þér og það kemur kannski ekkert annað í staðinn. Þannig að hafirðu átt að reyna að tækla sko umhverfið þitt heima fyrir edrú, þú veist hvernig gengur þið þá að tækla öðruvísi umhverfi. Eins og í meðferð. Já. En sástu, eða heyrðir frá þú talar um að þú hefði sett inn á Facebook hópinn ykkar skynsegin. Var eitthvað sem talaði þar eða hefur heyrt það gegnum tíðina sko hvernig þjónustan mæti einhverjum einstaklingum, þú veist, að því eins og að tala um að þetta er eiginlega gert fyrir miðaldra eða hvíta miðaldra mann, en hefur eitthvað heyrt hvernig þjónustan er að mæta þessu fólki? Já, sko fólk sagði reyndar, þú veist, ég hefði nokkuð svona kvót, meðferðin var fín, edrúmennskukerfið á eftir hins vegar ekki. Og það vantar fjölbreyttari úrræði. Ég tel píknun að vera afleiðingu, segir einn, og að finna þurfi orsökina til að vinna einstaklingsmiðað. Hugræn atferlismeðferð gerir meira ógagn en gagn og öll fíkn er trámatengd.
ég var að deyfa mig en þarf þess ekki lengur eftir áfallavinnu. Meðferð verður að vera áfallavinnu. Þannig að, og þá kannski að ég segja aftur að þú veist, er ég með áfengissýki eða er ég glíma við mikil áföll og fann óvart bara lyf sem er mjög eitrað. Og það var bók sem ég var að grúska í og svo segir einn ég get ekki samþykkt hugmyndafræði sem stenst ekki rökræna skoðun. Þú veist, á ég að vera að tala við æðri mátt, hver er hann, hvar er hann, og svo framvegis. Sjá hvað hann hét þessi maður, Matthew Tinsley. Það er bók sem heitir Asperger Syndrome and Alcohol, Drinking to Cope. Og hún er mjög athyglisverð, ég las hana. Og þó að nafnið Asperger Syndrome sé úrelt, að þá er innihaldið alveg gott, sko. Og ég hugsa nú svona þegar við tölum rófið, sko, að ég hugsa að það sé nú frekar fólki sem að í dag flokkast með röskun á einhverju rófi. Þú veist, ódæmi gerða það þú veist, eftir því svona meira augljóslega fatlaður, þá ertu kannski með meiri stuðning frá upphafi. Hvernig svo sem hann reynist þetta, ég ætla ekki að segja að hann sé betur en annað, en og fólk er kannski ekki jafn svona frjálst ferða, svona getur við sagt. Það er kannski ekki sjálft í búðir eða þannig að það er kannski ekki að kaupa efni og svo framvegis. Nei, en við erum samt, einmitt, við erum búin að taka 2 önnur viðtöl. Tókum viðtal við Arne Friðrik á velferðarsviði Reykjavíkurborgar og svo Höllu í SÁÁ. Og Erla hefur náttúrulega unnið í búsetu. Og það er bara þannig eftir sem að náttúrulega fatlað fólk hefur fengið meira frelsi og barist fyrir sínum réttindum, að þá hefur það meiri aðgang að samfélaginu. Og það er alveg þannig að einhvert fólk er að nota áfengi og vímuefni í búsetu og þannig að fólk sem er, hvað ég segja, með þroskahömlun eða svoleiðis, það er ekki undanþegið. Það er ekki undanþegið, sko. Já, þetta er allt tvíeggjað, þú veist, með meiri það sem við viljum að gera, sem að við séum ekki hólfuð niður. Og þá eru náttúrulega líka áskoranir sem fylgja því, eins og bara með alla. En þessi Matthew Tinsley, sem sagt, hann ásamt Söru Hendricks, sem er svona einhverfu skribent, að þau skrifa þessa bók. Og þessi maður fékk einhverju greiningu í kjölfar meðferðar. Hann byrjar að drekka bara og finnur í raun og veru bara, þú veist, bara þetta er bara málið, þú veist, hann fer að svona take the edge off, þú veist, fara að fá sér einn bjór og bara, þú veist, lífið hans var bara svo miklu auðveldara. Og hann sótti slökun og kjark í áfengi, en síðan er það náttúrulega bara þannig að áfengi er mjög vont lyf, þetta er náttúrulega bara eitur. Og þú þarft alltaf meira og meira og það vinnur vinnuna sína, sko. Þú veist, í líkamanum. Þannig að og fólk deyr úr áfengisneyslu ekkert síður heldur en fíkniefna. Af því þetta er svo mikið eitur. Þannig að það sem hún nærð kannski fyrst að hafa stjórn á og upplifi bara ég er loksins búin að finna málið og maður hefur líka alveg heyrt hjá ungu fólki sem að, eins og Elisabeth sem talaði við okkur í ráfinu. Bara algjör snilld að reykja gras, þú veist, bara á brill í menntaskóla eða framhaldsskóla, þetta er bara geggjað, þú veist, ég kemst í strætó og gert alla þessa hluti, ég get verið á staðnum af því að ég er svo dofin og slök. Akkurat. En síðan náttúrulega verður hann bara mjög veikur, mjög áfengisveikur og fer síðan í gegnum meðferð og í raun og veru og er að tala um það, sko, að birtingarmynd einhverfunar, hún verður svo miklu skýrari þegar búið að taka deyfinguna af þér og fólk sem sagt kannski við það að eins og sagt, þetta er tilvitnun úr bókinni, if there's a need for the alcohol to perform an essential function, then its removal will expose all of these needs and perhaps reveal the extent of the person's autism for the first time. Support is required for this process. Þannig að í raun, þetta er alveg svona, þetta er afmöskun, sko, á sterum að fjarlægja vímuefni sem þú ert búin að vera að nota til þess að geta maska. Akkurat. En svo náttúrulega, sko, áfengi er róandi lyf
Já. Og róandi lyf slá líka kvíða. Mhm. Og það er eitt mér það ekki að einhverjir eru oft á tíðum með mikið kvíða. Jú, og sko það er náttúrulega sko já og nei að sko og þarna aftur að okkar kvíði er oft þú veist á allt öðrum rótum. Já. Hann er kannski skyn tengdur, þú veist, hann er Já. kvíði fyrir því að líða illa í fjölmenni eða Já. þú veist og sérstaklega að því þegar við ekki vitum að skynjunum okkar er ólík öðrum Já. og þannig er það bara frá blautu barnsbeini að við fæðumst með þessa skynjun og mjög snemma er okkur sagt hún sé röng. Já. Þú veist, þessi peysa stingur, nei hún stingur ekki en að þetta er sterkur matur, nei en ekki sterkur borðaði bara, Já. þú veist það er alltaf að kyngja þessu, það getur erfitt að kyngja vatni, það getur allir Já. kyngt vatni og þetta er, þú veist, þetta er gaslýsing af mjög góðum vilja. Já. Þetta er ekkert hávarði en það verður bara að hlusta á fréttirnar. Þú veist, þannig að það sem barnið byrjar að tala um að líðanin mín er ekki góð í þessum aðstæðum, þá er ég sagt sko þessar aðstæður eru fínar, þú eru bara að hætta, þú veist, þú eru bara að vera duglegri. Já. Þannig að við eiginlega fáum, viðkvæm. já, við fáum þau skilaboð mjög fljótt og fyrst fyrir mig sjálfa að horfa tilbaka 2 af mínum strákum sem sko ég meiði mig í eyrunum þegar var hávaði og ég meðast þau svona, og fyndi að ég skulle segja þetta svona sko að hávaði, meiði mig í eyrunum. Svo fann ég það ekki sjálf líkamlega fyrir ég fór í alvarlega kulnun að þá er raunverulega meiði ég mig í eyrunum. Ég get ekki farið á kóraengur ef ég er veik af því það er eins og séu að hamra á járn þegar spila á píanói sko, mjög óþægilegt. Og þá hugsa það allt innu að því hinir er ekki í þessum sporum í umhverfinu og ég er kannski raunverulega að upplifa sársauka í einhverju og auðvitað kvíði ég þá fyrir því að fara í þær aðstæður og það ætlar enginn að hjálpa mér. Þannig að þú veist, er ég kvíðin per se, þarf að lækna með kvíða eða þarf að laga aðstæður? Skiljið, þarf ég eyrnatappa eða heyrnarhlífar eða þarf ég að sko hugsa mig frá því að vera svona kvíðin sem er ekkert hægt, ekki þegar þetta er svona og maður er búinn að vera að herða sig upp, þú veist, alla ævi og börn kulna líka, þú veist, með einhverju kulnun, þau fara í kulnun og maður, þú veist, þegar maður lendir í því ástandi og átt að sá því hvað þetta er og horfið tilbaka, þá man maður alveg eftir mörgum skiptum þar sem þetta gerðist. Bara, og þá var maður bara krakki eða táningur eða, þú veist, í menntaskóla. Og það er svo skrítið að segja að fyrsta skipti sem ég fór í kulnun, þá var ég nú í gaggó, þú veist. Þannig að því fólk hugsa alltaf kulnun sem vinnumarkaðsmál. Þannig að jú, við erum mjög oft greind með kvíða, sem er alveg örugglega ákveðin tegund, þú veist, að lýsa sér eins, og það er ekki sama lausnin sem er endilega við því. Og ég held að það sé meira skynjunatengt hjá okkur en kannski það sem að áfengi gerir í sambandi við, þú veist, það er kannski þessi samskiptakvíði. Það er, þú veist, þessi lúbrikant, þú veist, að þú færðir í glas og auðvitað að tala við fólk. Og þá höfum við náttúrulega þetta double empathy problem, þú veist, að lengst af þá og ennþá er það þannig að það skrifast á okkur þegar samskiptin fara úrskeiðis, af því við erum í minnihluta. Þannig að, og við erum mjög ofta að lenda í samskonar, ég segi það fyrir mig allavega að það er svona mesta böggið í sambandi við mína einhverju kannski svona gegnum tíðina eða gegnum lífið er að ég hafi svo oft sagt eitthvað sem ég mátti ekki segja eða móðga fólk og þú veist, eða fólk kosið að móðgast út af einhverju sem ég sagði og það skrifast alltaf á mig og þegar ég er ógeðslega þreytt þá hætti ég að skynja, þú veist, þá hætti ég að lesa umhverfið og þá er ég að reyna að vanda mig ógeðslega mikið og samt gerist þetta. Og ég er búin að reka mig svo oft, þetta er alltaf sama helvitis klessubíllinn sko, sem rekst á sama vegginn. Þannig að auðvitað með tímanu þá fer maður kannski bara að kvíða því að vera innan um fólk af því að ég vil ekki að þetta gerist. Og það fannst mér eiginlega svona með því besta við að fá síðan greiningu eða staðfestingu, þú veist, það var einhvern veginn að já, ok, þú veist, þarf kannski ekki að, þú veist, berja mig svona mikið í hausinn fyrir allt þetta. Og það er þetta double empathy problem að þú veist, eftir Damian Milton að
það bara snýst sjónarhorni. Það svo teiknimyndir þar sem það stendur einn maður og bendir á 6 og annar bendir á 9. Þú veist, að ég sé þetta frá þessu sjónarhorni, þú sé það frá öðru og ég tala frá mínu sjónarhorni og þú frá þínu og svo verður miskilningur og það hefur verið rannsakað náttúrulega miskilningurinn, hann svolítið taugatýpu tengdur að einhvert fólk skilur annað einhvert fólk betur og ósjálfrátt þarf minna að maska sig í samskiptum af því að hinn aðilinn ekki, þetta eitthvað í sambandi við að óeinhverfur þeir eru ofta að lesa sko hvað þetta meina með því sem þú sagðir. Við erum bara að meina það sem við sögðum, við notum bara þau orð sem lýsa því sem við ætlum að segja og svo eru hinir að reyna að lesa á milli línana hvað vorum að meina og þannig að maður segir kannski, þú veist, óbúslega mikið lauglegt inni eða eitthvað, þá hugsa kannski þá sem er að elda og verður að segja sér að búið til vondan mat. Nei, ég sagði að það væri mikið lauglegt. Ég var bara að tala um það. Þannig að, og svo á móti kemur að óeinhverja fólkið gefur skyn og við lesum ekki. Heldur við heyrum bara orðin. Óeinhverfur segir, í dag nú góður dagur til að fara út og sópa. Og við bara, já. Svo þegar kvöldið komið svo að akkur fórst ekki að sópa. Ég baðst mér aldrei um það. Þannig að þú veist þetta og það er í raun og veru alltaf meirihlutin sem ræður og ef við erum í aðstæðum þar sem við erum í minnihluta þá bara skrifast á okkur að við stigum í pollinn og setjum upp með það. Og það veldur svona samskiptakvíða og hann kannski dempast á okkur þegar skynfærin okkar eru deyfð. Já, algjörlega. Er það, myndirðu segja að það sé þessi tengsl, ef þú myndir ræða tengsl milli einhverfu og vímuefnavanda, heldur það sé það sem þú ert búin að segja að fólk sé að deyfa, þú veist, það sem að já, maska, þú veist, já. Það sem ég hef svona lesið og grúskað, þá er mjög mikilvægt að horfa á skynjunarþáttinn og það er í raun og veru alltaf lykillinn. Mér finnst sko ef þú ert að vinna með einhvert fólk þá þarftu alltaf að byrja á sensori mappa viðkomandi. Hvernig er þín skynjun og hvað hefur hún að segja fyrir þig. 2 einstaklingar í sama herberginu, sama rýminu, báðir einhverfir, eru ekki að bregðast eins við því af því að það er ekki sama sensori prófílinn. Og síðan þú veist hvernig bregst þessi sensori prófíl við ólíkum aðstæðum. Hvaða skynfæri byrja fyrsta kvarta þegar mann líður illa. Þú veist, þegar mann að svíða undan sokkunum sínum eða fæ illt í eyrun eða þú veist, hvað er það sem byrja fyrst. En mér finnst það alltaf verið lykillinn að bara öllu að maður þekki skynkortið sitt og þú veist, geti nota það sér til leiðsagnar. Og svo er það náttúrulega allt þetta svona kannski flóknara dæmi, það sem þú ert alltaf með, þú veist, mannesku með öðrum manneskjum að þá eru það samskiptin og það er bara vita mál að það verða samskipta erfiðleikar ef þú ert einhverfur í óeinhverfu samfélagi og þú færð skammirnar fyrir yfirleitt. Það er bara mjög eins og krakkar í skóla þar sem að kannski það hefur líka verið rannsakað að einhvert fólk það lætur ganga lengur á mörkin sín, bara 3 ára krakkar í sandkassa og einhver tekur að því skófluna. Einhverfu krakkinn, hann er kannski síst að fara að bregðast við. Hann bara reynir sér að finna sér eitthvað annað að gera. Hinir, þeir verja sig og segja, láttu þetta vera í ávita. Þannig að, og þú veist, eitthvað af þessu getur verið út af því að okkur er neitað að skynjunin okkar sé rétt. Það er ekki heitt, það er ekki, þú veist, og þá mörkin okkar eru svo óljós. Þannig að við látum bara ganga á okkur, þú veist, lengi, svo erum við komin út í horn og þegar við loksins verðum að bregðast við, þá er það svo harkalegt og áberandi, þá er það bara meltdown eða öskur eða slagsmál eða þú býtur eitthvað eða eitthvað skilur, þá ertu komin eins og dýr í búri og þá ert þú alltaf tekin út úr að því þú brjálaðist. Þannig að kannski það er enginn að telja 20 skiptin á undan þar sem þú ert búin að víkja þangað til og allt í einu hugsar ég get ekki meir og þá er svo dramatískt að reyna að verja sig. Og kemur svo úr hörðustu átt sko því að við erum alltaf svo ljúfur. Einn af mínu var notað sem svona aðlögunarbarn á leikskóla. Bara að það kom nýr krakki og hann bara settur út í horn með honum. Þannig hann gat verið með alla. Og það gekk svo langt sko að ég þurfti að sækja hann á slits og einu svona því að nýji krakkinn hafði slegið henni hausinn með kummi. En þú veist, þetta er oft svona krakkar sem er ekkert endilega þú veist að hrinda frá sér. En svo, eins og þú segir, svo allt í hennu þegar að þolmörkin, eða þú veist, þegar að
kemur kórnið sem fyllir mælinn, þá er það alveg bara gigantískt og þá Já. er það einhvern veginn litið á sem svo, Já, þá ert þú með hegðuna já, akkurat. og þetta fyrir inngrip. Já. En svona, hvernig heldurðu hvernig upplifir þú að þjónustan mæti einhverjum einstaklingum svona almennt sé í áfengis- og vímuefnavanda? Bara eins og, nú ertu búin að fara með fórstu í SÁÁ, fórstu á geðdeildina, fíknigeðdeildina þegar ekki? Þú veist, og svona með það sem að þú heyrið og því stofnir, það var líka til hópur, Já, það kom út að eitt af því sem kom sem viðbrögð við umræðan inn á skynsegin var Já. að eftir meðferðin Já, væri hún væri erfiðari heldur en sjálf meðferðin kannski. já, Það var alls ekkit, þú veist, það var alveg fólk líka sem hefði bara ekki getað umborið, þú veist, meðferðina, já, en síðan var fólk sem sagði, sko, get ekki svo fundi. já, Og það hefur maður líka heyrt, sko, varðandi, þú veist, edrú mennsku, að, þú veist, það Já. var bara viðtal núna nýlega eitthvað á einhverjum miðlunum þar sem eitthvað sagði, sko, það er svo skaðlegt að segja að þú verður að stunda fundi, annars ertu á fallbraut. já. Það er að tala um A-fundi. A-fundi, Já. Þannig að fólk var að segja að meðferðin hefði Það kom alveg þannig svör að Já. meðferðin hefði verið jákvæð. Já, Það kom líka alveg þannig svör að það hefði, þú veist, þú þurftir að fara bara strax og þú varst komin annars. Já, Settur já. í herbergi með einhverjum svona andarhátt Já, eða, já. þú veist, eitthvað svona og þoldir ekki við. já, já, Þannig að sko, annars vegar er það sjálf meðferðin og hins vegar er það náttúrulega það sem kemur síðan á eftir. Og það varð til, sem sagt, Edrú og Rófinu Facebook-hópur. Ég veit síðan ekkert hvað varð um hann. já, En það var alveg fólk sem segir, sko, bara eftir að ég hætti að reyna að mæta á fundi, þú veist, þá fór mér loksins að batna, svo gríðarlega streituvaldandi og þá kemur aftur þessi kvíði, þessi félagskvíði, þú veist. já, Ég er að mæta á fund, ég veit ekkert hver verður á þessum fundi. Nei. Þeir eru bara auglýstir, skilur klukkan þetta, svo kemur bara einhver. já, Stundum eru náttúrulega deildir já, sem eru einhvern veginn mótaðar, en ekkert alltaf. já, Og það getur líka verið hjá okkur, sko, að aftur samskiptin, að þau sem eru til dæmis með skynúrvinnslu, svona seinkun, að þá verður taktur í öllu tali já, miklu hægari. já, Og það til dæmis eiga að kynna sig í röð, já, eða þú veist, ég heiti þetta og ég er þetta, að kannski þegar þú ert tilbúin að segja þá er röðin komin á næsta manni já, og þá ertu að fyrir að grípa fram í, þá ertu alltaf náttúrulega dónalegur, en þú varst svona lengi að bregðast við, skilur. Þannig fólk er bara, því leið bara eins og það væri eitthvað svona sjokkþerapíu að vera í svona aðstæðum, verði ég að segja eitthvað og hvað á ég þá að segja? Já. Fólki leið svo oft illa, sko, ætlar þú ekki að deila neinu? já, Þú veist, hvenær ætlar þú að tala? Mér langar ekki að tala. Hvað á ég að segja? Og svo man fólk ekki, það er bara í blackouti. Það tala á fund og veit ekkert hvað það sagði. Þú veist. Þannig að þessar aðstæður að mæta á fund og svo allir að faðmast, já, þú veist. Allavega fyrir COVID, þá var svolítið unnið með það að faðma fólk. já, Og það gæti verið að kvíða því allan tíman að í lók fundar þá ætti allir að faðmast. já, Þannig að sko, ég ætla að byrja á því að segja, þegar þú segir sko hvernig finnst mér meðferðin mæta einhverjum, að ég ætla fyrst að segja að það var mjög jákvætt að kalla eftir fræðslu. Þú veist, við bönkuðum ekki upp á þau komu til okkar já, og ég vil trúa að eitthvað hafi gerst í framhaldinu. Ég veit ekkert um það, nei, en eins og staðan var kannski þá, að þá, sko, það sem mig myndi langa að vita í dag er skimað fyrir einhverju þegar þú kemur. í meðferð, Já. ekki svo ég viti. Nei, það þyrfti að gerast. Það þyrfti líka að gerast í átröskunarteyminu. Já, Þú veist, við eigum rosalega marga þar, margar og mörg. Að ef að það á að taka við einhverjum skilju, þá þarf það að byrja á því að skima. já, Þú veist ekkert hverju er einhverju þegar þeir mæta. nei, Þeir vita það ekkert endilega sjálfir. nei, Þannig að þú þyrftir að vera með eitthvað flagg uppi sem segir það eru mikla líkur á þessu og þá þurfum við öðruvísi nálgun og þú veist, neurodivergent svona sensitive nálgun, hún verður ekki án þess að þú vitir hver er hvað. já, Það er bara ekki hægt. nei, Þannig að fyrsta skrefið í að taka á móti fólki á grundvelli taugagerða, það er náttúrulega bara að athuga hver er taugagerðin. já, Og kannski er kúnnahópurinn sko í dag, veist, þau sem yngri eru, það er meiri líkur á að þau viti að þau sé einhver, hvort sem eru með greiningu eða ekki, af því það er bara hópur sem er betur upplýstur. já,
eldra fólkið, þú veist, einhver 60 kall einhvers staðar, þú veist, það er ekkert víst að hann átti sig á þessu. Þannig að til dæmis þegar félagssagan er væntanlega tekin eða eitthvað svoleiðis að þú veist, hvernig er til dæmis vinnusagan hjá konu, segjum það, hvað ertu með mörg háskólapróf? Þú veist, hvað ertu búin að taka margar uppbeygir á þínu ferli, þú veist, getur verið á sett sjúkraþjálfur sem vinnur við að hanna prjónapeysur, þú veist, allt þetta. Að hérna, er einhver með þessi glerugu uppi? Svo kemur náttúrulega því að hvernig er til dæmis bara aðbúnaður í herbergjum, hvernig er aðbúnaður í má maður verið, þú veist, þarf ég að fara úr og fara í slopp, er það grundvallar forsenda? Það var nú allavega einhvern tímann? Já, ég held að það sé hægt. Já, það var svona til þess að sýna fólki fram á að það væri sjúklingur. Já, já. En hérna, hvernig er varðandi, þú veist, mat? Er hann eitthvað sem að, þú veist, að því mjög mörg okkar er með að borða, þú veist, nema ákveðin mat og allt þetta, þú veist, hvernig ætli þetta sé og hvernig er dagskráin, hvernig er, þú veist, þetta allt saman, hvernig eru rýmin, hvernig er hljóðvistin, hvernig er lýsingin, ég hef ekki hugmynd um það. Þannig að, hérna, að ég vil trúa því að fólk sé, sko, þú veist, það var allavega nótið þess að báðir þessir aðilar voru búnir að þú veist, lítið ég einn bara með það að við þurfum að vita meira og ég vona að það sé, sko, ég trúi því eins og einn á svona stað að ég þekki það svona sem sjúkraþjálfari að þegar maður lærði nýja, þú veist, lærði með einhvern nýjan kvilla eða nýja aðferð að þá einhvern veginn í praxis að þá sá maður þetta bara næsta mánuði bara vá, er allir með þetta, þú veist, af því nú veit ég þetta, þú veist, þannig að við langar svo rosalega að það sé þannig að fólk hafi svona farið að spotta okkur eftir að þú veist, fekk einhver svona hint hvernig á að gera það. Þú veist, maður lærði kannski eitthvað í sambandi við hné eða eitthvað, þú veist, sem sjúkraþjálfari fóru eitthvað námskeið og lærði eitthvað og lærir að sjá það. Og þá allt í einu sér maður þetta hjá fólki sem er búin að vera með meðferð, þú veist, sem maður hafði ekki séð áður að maður hafði ekki færnina. Sko, geðheilsuteymi fangelsanna, það er held ég eina geðheilsuteymi sem að tekur einhverju fólki fagnandi. Já. Ok, ég hef ekki eftir því. Nei, þetta var svona svolítið kaldhæginn punktur, sko. Já, af því að ok. þau vísa alls staðar frá og hérna helst ef þú ert sko inni í geðbatteríinu, þú veist, á geðdeild, þá er næmni fyrir einhverfu og líkur á þú sem jafnvel tekin og settur í greiningu. Og ef þú ert í fangelsi. Þannig að þú veist, ef þú vilt komast að hjá geðheilsuteymi á Íslandi, þá þarf það að vera á geðdeild eða í fangelsi. Já. Og ég bara svona dettur þetta í hug út af því að í svona jaðarhópi, þið veitir, að þarna er allt í hennu, bara því tíðnin er svo há, að þá hérna bregst fólk við. Og þá ertu náttúrulega komin oft í svona þennan svokallaða fjölþættavanda, svona fíkni og eitthvað andlegt. Þannig að vonandi er þetta raunin hjá áfengisbatteríinu, bara, þú veist, ég veit ekki hvernig það er í dag. Við tókum náttúrulega eins og Hulda sagðan viðtal við Höllu sem er hérna, áfengis- og vímuefnaráðgjafi sem hefur verið að sjálf hefur svo mikið áhuga á einhverjum og hefur hlustað mikið á podcastið þitt á lánum og hérna og ég held að það hafi verið hún sem að hafi staðið fyrir því að fá þig á Já, svona tíma. það er æðislegt. Svo lengi sem það er einn með mikinn áhuga, þá er von. Já, algjörlega. En þegar ég var að spurja út í, þú veist, þá held ég því með þess að þú ert að spurja, ég held að sé ekki allan að þá fyrir hvað 2 mánuðum og er ekki búið að innleiða þetta, þú veist, ég held að sé ennþá fólk í sömu herbergjum, það er ekki verið að spá í með allan að matarkyns og svona, allan að ekki eins og hún sagði og ég spurði mitt líka hvort að hérna væri fleiri á hennar blaðsíðu og hún sagði ekki að hennar eða þú veist, það væri enginn kannski með svona rosalega mikinn áhuga en þú veist, já, þannig að þú veist. En til dæmis bara eins og þarna að nú hef ég ekki persónulega reynslu af hérna, meðferð og ég eigi alveg fólk í fjölskyldunum sem hefur farið. Það eru hópastarf yfir daginn og svona. Já. Ef það væri einhverfur hópur, þú veist, sem til dæmis þessi einstaklingur myndi halda utanum, þessi alla. Þú veist, ég hef verið að gæla við að það þyrfti að vera einhverfur hópur hjá Píeta. Þú veist, bara því fólk
að því það gengur svo mikið út á það, svona sjálfshjálpar hópar ganga svo mikið út á það að spegla sig. Og bara það að lenda inn í herbergi með fleirum á rófinu, þú veist, þá mun verða svo miklu meiri svona samlegðar áhrif á, þú veist, já, ég lendi þessu, já, mitt líf svona, já, ég þekki þetta, þú veist, eins og bara þegar við tölum saman, skynsegin fólk, að við erum, þú veist, það er svona tengi, þú veist, í umræðinni, sem kannski ekki, ef maður þú veist, the only gay in the village. Akkurat. Stakið í hópnum. Ef þú myndir bara svona þín skoðun, ef þú myndir lýsa drauma aðstæðum fyrir meðferð fyrir einhvert fólk, hvernig myndir þú hérna í fáum orðum teikna svoleiðis upp? Já, mér langar að vitna í þennan sem segir að það þurfi áfallavinnuna og áfallanálgunina. Komplex PTSD er bara rauður þráður í okkar lífi og það er meira sér til sérstakt tráma sko innan einhverfu samfélagsins eða umræðanur einhverfu, það tala sensory tráma. Að bara það að vera alltaf í svona sjokkþerapíu, þú veist, að þú ert að verða fyrir þess að þú sett alltaf bara að taka í rafstuð, þú veist, þú ert alltaf að reka þig einhverjar rafmaskýringar, að þú verður trektur með tímanum. Alltaf að lenda í samskiptavanda, þú veist, þá bara fer maður að óttast fólk og allt þetta. Þannig að, og sensory trauma sést bara það er allt og bjart ljós bara mjög oft eða of mikill hávaði mjög oft, að þá verður taugakerfið þitt bara tregt. Þannig að, sko, áfallamiðuð nálgun, skynræn nálgun og það sem ég held ég að væri mest styrkjandi fyrir fólk sem á þessum stað, það væri svolítið að fá að læra á sjálft sig. Þú veist, að læra þá á sína skynjun og læra á og fá svona, og það myndi sannlega falla undir áfallamiðuð nálgunina að svona fá svolítið uppreist æru með það að þetta er ekki allt þér að kenna. Sem er búin að vera að gangi gegnum, þú veist, allt fólki sem móðgaði sko gegnum æfina, það er ekki endilega þér að kenna, skiljum við. Það er bara, þetta er ólík samskipti og kannski ertu bara svolítið búin að vera í röngu og herbergi staddur sko, mjög oft. Og ég er núna eftir að því það er komin 8 ár allavega síðan að ég fatta mína einhverju. Og þegar það gerist þá var sko unmasking rosa inn. Það allir að afmaska og þá voru margir og hvernig ger ég það? Þetta er eitthvað svo dularfullt á ég þá bara að fella grímuna og bara vera ég sjálf og hver er ég og hvað, þú veist, maður er búin að týna sér. En þú veist, ég vil meina það að gríma er ekki bara, þú veist, masking er ekki bara gríma, þetta er gervi. Þú veist, beinlínis í gervi, eins og bara leikari í gervi. Þú veist, bara í einhverju fattsút, sko. Leikriti líka. Og þú ert í leikriti og þú férst ekki handritið, þetta er bara frekar erfitt. Þú ert bara hérna gæinn í kúpunni sem að Jim Carrey lék, sko. Það er allir einhvern veginn að spila með þig og unmasking er bara mjög áhættusamt ferli, þú veist. Það er ástæða fyrir að við byrjum að maska, þetta er varnarkerfi og það er alveg svo, þú veist, ef ég sný á mér ökklan, að það sem líkaminn gerir fyrst er að stífa mig upp, af því það forðar frekara slysi og maskin okkar er svolítið þetta, ég stífa mig upp, en til lengda þá er það mjög óhollt, maður vill ekki ganga með staurfót þar sem eftir æfina bara þegar maður snýra sig þegar maður var að sippa sem krakki. Þannig að þú veist, við þurfum að læra að tækla þessi áföll sko án þess að brynja okkur upp. Þannig að þú veist að og unmasking sko að því það er viðbrögð við umhverfi að þá verðum við að breyta umhverfi og við getum þurft að skipta sko bara, og það er það sem fólk gerir líka í meðferð, það skiptur vinahópa af því það þarf að hætta að tala við neysluvinnina og við getum þurft að skipta bara félagslegt umhverfi alfarið að við erum kannski bara, við erum jafnvel bara gift sem eitthvað gervi. Þú veist, við erum bara í hjónabandi sem er ekki fyrir okkur heldur fyrir grímuna og þú veist, við erum í starfi og við erum í alls konar sem við erum búin að koma okkur í út frá einhverju hlutverki sem við erum að leika. Þannig að þetta er rosalega flókið ferli og það þarf rosalega næmni fyrir þessu og það að sleppa hækjunni sem áfengi er eða víma, þú veist, það er rosalega dramatískt ferli og þannig þá þarf þetta að hafa rosalega sterkt backup í því að
að það komi þá eitthvað annað inn sem grípur þig. Maður fer ekki bara að labba óstuttur, þú veist. Þannig að ef það á að vera einhver viðsnúningur hjá viðkomandi, annað en bara afeitra sig og fara síðan aftur í hringinn og lenda þá einhverju kulnun og hinn og þessu, þú veist, og verða bara heilsulaus, að þá þarf maður að fá stuðning og styrk yfir í og þú þyrftir að komast í samskipti við annað skynsegin fólk sem hefur farið í gegnum sömu reynslu. Þannig að ég held að, þú veist, eins og það er til kvennahópar og það er til einhverju hópar og það væri rosalega gott að það væri til skynsegin hópar og bara þá formlega og ég vil þau lagði grunnur að þeim inni í meðferðinni og eftir meðferðinni að þú leitir meira í jafningja þína og svona náir að spegla þig og þetta ég segi þetta alltaf með einhverju greiningu, hálfur batinn, þú veist, að því fólk fer oft í greiningu að því þið líður illa, að hálfur batinn þinn það er að finna fólki, bara það er svo mikill lykil. Þannig að myndirðu þá segja að það væri áhrifaríkara að hafa þínu aðgreint eða allan að væri kannski kostur á því að fólk gæti farið í sérhæfða meðferð fyrir einhvert fólk. Þú veist, það sem væri þessir hópar og svoleiðis. Sko, ef það er eitthvað til sem heitir kannski einstaklingsmiðuð, sko, eins og bara í skólunum, að það er námskrá sem er einstaklingsmiðuð og þú fær þína stundatöflu. Ég meina alveg sem bara maður leggst inn á Reykjalund, þú veist, það fara ekkert allir í saman prógrami. Sumir fara í vatnsleika með aðrir ekki. Þannig að það yrði raðað þannig saman að hluti úr deginum væri, þú veist, sensori miðaður og skynsegin næmur. Auðvitað þyrfti allt ferli hjá þér að vera miðað við hvaða taugakerfi þú ert að vinna með. En síðan þá einhver hluti dagsins væri konkrétt í það, þú veist, að endur skoða gerfið sitt og hlutverkið sitt og bara, þú veist, af hverju er ég komin á þann stað sem ég er. Af því að, eins og einhver sagði, sko, að hver er orsökin? Þú getur ekki unnið einstaklingsmiðað öðruvísi sem þú reynir að finna orsökina að því af hverju þú ert. Sæðir ekki alveg fyrir þér aðkomu þroskaþjálfa þá í starfi? Jú, ég segi bara aðkomu mjög margra, sko. Og það er náttúrulega eins og alltaf í svona að þeim mun fleiri sjónarhorn sem þú færð þeim mun betra. Jú, þroskaþjálfar með sko up to date innsýn í rófið. Einhver á þroskaþjálfa. Já. Það er yfirleitt stysta leiðin að fara. Þú veist, ég alveg talað maður svona þetta með að kalla alltaf til sko sérfræðingarna og þá sem eru búin að lesa bókina að þetta lived experience er svo dýrmætt að það verður ekkert, það kemur ekkert í staðinn fyrir það að hafa verið í þessum sporum og það er náttúrulega flestir, þú veist, eða mjög margir fíknir ráðgjafar sem eru svolítið öfumæli, þú veist, ég er ráðgjafi í fíkn, ég ætti að vera ráðgjafi í ykkur öðru en því, sko. Eins og að vera áfengisráðgjafi er maður þá að vinna hjá ríkinu, þú veist, þetta er hérna Cabernet, þú veist, þetta er svolítið skrítið orð. Og fyrir utan það S.A.A. fyrst ég byrjuð í orðaperraskapnum, þetta er bara skrítnasta heiti á samtökum áhugamanna áfengisvandann. Áfengis- og vímuefnavanda. Já, vil ég vera áhugamaður vandamál? Ég vil frekar vera bara dúer í að laga. Þú veist, áhugasamur að laga. Þú veist, nei, ég ætla að grúska þetta vandamál, ég ætla bara að sökka mér og nýja þetta. Ég ætla að tala um þessi vandamál. Ég gengur mig betur að tala um lausnir, sko, mér finnst það virka betur. En talandi um þær, lausnir, Já. hvaða lausnir myndir þú ert nú búin að minnast á ýmislegt, þú veist einmitt með þessa hópa sem að mér finnst mjög góð hugmynd, það væri einhvers konar hópar og svona. Er einhverjum fleiri lausnir sem þú sagir? Síendurmenntun, þú veist, það er það sem að, þú veist, við þurfum öll að endurmennta okkur sífellt og ég held að það bara opnist rosalega stór sjóndeildarhringur ef fólk setur upp þessi gleraugu. Ég held að flest okkar sem höfum unnið, þú veist, einhverstaðar í heilbrigðiskerfinu og félagslega kerfinu og ég vil alltaf þegar ég hef komið einhverstaðar inn í félagsþjónustöðu upp á Grensás eða eitthvað með fræðslu og maður segir, þú veist, er ekki einhver annað
í minnunu sem þú manst eftir og þú bara, Jesús minn, jú, þú veist, Guð minn almáttugur, hvað ég fatta núna að viðkomandi var einhverf, þú veist, shit, og hvað var ég að gera? Að, og ég meina, ég sem sjúkraþjálfari, ég fyrsta lagi vissi ekki að ég væri sjálf einhverf. Og kannski tengdi maður við fólk og þú veist, verið ágætis meðferðaraðili en svo var maður stundur líka bara að stóða á gati, sko, með fólk og viðbrögð og alls konar, alltaf keyra eitthvað prótókoll sem er náttúrulega bara, þú veist, eins og það kemur á kúnni. Og þetta er oft einstaklingarnir sem þú ert svolítið bara eitt stórt spurningamerki með bara, þú veist, hvernig á ég núna að snúa mér? Og það er alveg, og þú veist, ég man alveg eftir, þú veist, fólki á öldrunadeild sem ég bara núna bara, já, þetta var einhver manneskja, með allan peningin, þú veist, 89 ára kannski, og komin á þennan stað, sko. Þannig að ég held að við gætum grætt rosalega mikið á því að fræða okkur meira og ég held að missjónið hjá okkur núna, sko, það er svolítið akkillesarhæll á samfélagi, sko, seinkverfara, þú veist, okkar sem greinur seint að við erum svo lasin. Og það er eins og með mig að, þú veist, ég er núna búin að stofna fyrirtækið sem ég ætla að vinna meira rafrænt heldur en í persónu, að því ég get það ekki. Þannig að við erum, sko, þau okkar sem erum alveg, og það er stór hópur af fólki, sko, sem að vill og getur og gerir í að fræða, en þú veist, við erum bara ekki 8-4 fólk, við getum ekki staðið í þessu, þú veist, og við brennum út, sem er það líka sem að hugsjóna fólk gerir, það brennur út, ekkert minna heldur en fólki sem leiðist í vinnunni. Og mér finnst núna að næsta skrefi hjá okkur eins og í dag, þú veist, það var nýlega umfjöllun í Kveik að, þú veist, geðheilsuteymin og þú veist, frávísanir og allt þetta. Og það er ekki síður þegar við byrjum að tala um fjölþættan vanda og allt þetta og við erum alls staðar þarna inni. Að mér langar bara svolítið að fletta, þú veist, svona dularfullu hulunni af því, þú veist, oh my god, hvað er svona erfitt við að meðhöndla einhvert fólk. Af því þetta er ekki svona flókið. Það þarf ekki að vera svo flókið að af þeim 800 eða eitthvað sálfræðingur sem eru til í landinu þá séu bara einhverju 20 sem að ætli að, þú veist, meðhöndla einhvert fólk af því þeir eru svo rosalega mikla sérþekkingu. Að, þú veist, gallinn þar held ég sé að miklu leyti að það er háskólastofnanir hér sem kenna sálfræði, þar kenna hugræna atferlismeðferð sem golden. Það er nýbyrjað að kenna atferlismótun. Það er bara nýja trendið sem við erum að reyna að tala gegn. Sko. Fólk er að mennta sig í þessu núna, þetta eru nýja námsbrautir. Og þetta er svona það sem að einhvert fólk, fullorðið fólk sem að, þetta er kennsla í að maska. Vertu minna einhverfur. Ætlum við að vera að búa til sjúklinga eða, þú veist, þannig að þetta er eins og það að, þú veist, leið og við föttuðum kynjarófið í Íslandi, þá byrjuðum við að halda kynjaveislur. Ég vil kalla þetta kynfærakynningar og ég vil að allir gestir kynni kynfæri sín sem mæta. Mér finnst það bara fair, að ef barnið þarf að gera það, þá er allir hinn að gera það líka. Bara hvernig kynfæri ert þú með? Þú veist, við erum svolítið svona, þú veist, á skjön með tíman, sko, að leið og við vitum meira þá erum við samt einhvern veginn ennþá að púkka upp á einhverja gamlar aðferðir sem að við vitum að geta verið skaðlegar. Og þetta er sett inn í allar, þú veist, í skólakerfin, í, þú veist, þetta verða svona ráðgjafar sem ferðast á milli og segja allir hvernig það á að vera. Þannig að, og í ykkar fæi hefur það bara verið örugglega gegnum tíðina mjög mikið, sko, að horfa á atferlið. Já. Það var svona uppáhaldsfrasi hjá mér, sko, í fræðslunni að hegðun er tjáning á líðan. Já. Og ef ætlar að fara að vera með inngrip á hegðunina þá skuldu komast að því hvaðan hún er að koma. Og svo skuldu laga þessa líðan og gáðu hvort að hegðunin breytist. Nafnið þroskaþjálfar eiga ekki við í dag vegna þess að okkar hlutverk er að ryðja hindrunum úr vegi í samfélaginu og þeir eru að þjálfa þroskan í samfélaginu og standa vörðum mannréttindi fólks, sko. Við erum ekki að þjálfa fólk, sko, þú veist, til þess að vera minna fallað, sko. Svo það verði meira þroskað. Já, sjúkraþjálfar eru ekkert endilega alltaf að þjálfa sjúklinga. Þetta er alveg sama, sko. En mér finnst líka bara þegar við Hulda erum svo heppnar að hún Helga Baldvins kennar, ef þú veist hvað hún er hún er bæði lögfræðingur og þroskaþjálfi að hún er með námskeið sem heitir
áföll, bjargráð og stuðningur. Okay. Við erum sem hefnir að fengja að hann mjög nýlegur, ef ekki bara glænýr. Þá hugsa maður, af hverju áfalla með nálgun ekki af hverju ekki búið að innlega hana bara... Þú getur eiginlega ekki verið fatlaður á þess að vera með áfallasögu, sko. Það er bara mikrotráma, sko, að láta horfa á því allstaðar sem þú kemur, eða eitthvað svoleiðis, sko. Þú veist, þetta er... Eins og hún talar af önnur hver fötluð kona hefur lent í ofbeldi. Já. Þú veist, af hverju þetta ekki bara... Sko, ég myndi segja aftur eins og með einelti að það er svona örugglega 98% einhverra kvenna sem hafa upplifað ofbeldi og margar okkar fattaði ekki fyrir löngu seinna þegar okkur bent á það sem þetta var andlegt ofbeldi, þetta var heimilisofbeldi. Þú veist, lífið hefur bara alltaf verið svolítið erfitt, sko. Er það þá þessi eins og að tala um hana áðan að toleransið, þið hafið svo hátt tolerans fyrir... Já, sko, þú veist, það er mjög fín lína að fara yfir svona victim blaming að segja, sko, þetta er mér að kenna. En við erum, eins og ég er búin að minnast á, við erum auðmýkjagóð, við erum einangruð og hérna það er alveg hægt að lofbomba mann eins og að bjóða manni, sko, inn í neysluhóp. Þegar maður hittir einhvern sem segir, sko, það var aldrei neitt skilið minn ef þú. Og ég get alveg tengt við það, fáir hafa skilið mig. Og þetta er bara standard aðferð, sko, grúmera og svona predatora í kynferðismálum að spila sér veika fyrst. Ef þið horfið á Baby Reindeer þáttinn, hún byrjar fyrst á því að vera að væla svolítið og fer alltaf þangað aftur þegar hún þarf að ná tökum á kærastanum og þá fer hún alltaf í fórnarlambshlutverki og hann fer að bjarga og við erum alveg mjög til í að taka upp þetta réttlætismál að enginn hefur skilið manninn eða hvert sem var, þú veist. Þannig að og við erum hrekklaus, við trúum öllu góðu upp á fólk og erum oft stöndum höllum fæti með það að við erum kannski ekki með sterkt bakland af því að við erum félagslega einangruð. Þannig að einhvern veginn liggjum við vel við höggi. Þannig að ég held að það sé bara, og ég meina þegar þú skoðar, sko, auðvitað það getur bara ekki annað verið en að fíkni meðferð eigi að vera áfalla miðuð. Ég meina, bara það að vera undir áhrifum eykur áhættuna á allskyns ofbeldi, þú veist, margfalt. Þannig að ég hugsa að það sé rosalega fáir sem hafa verið mjög virkir í neyslu sem hafa ekki lent í áfalli. Og galdurinn er ekki bara, þú veist, að fjarlæga vímuvaldinn, sko. Nei, og mér var svo svolítið flott sem hún sagði, hún Halla, að sko, að líka að meðferð snúist ekki sko, jú, þetta gera það, en fyrst og fremst er sko að einmitt komast að vandanum og hvað ætlar að gera eftir á. Heldur en að fjarlæga endilega vímuefnin eða áfengið. Já. Og ég vona svo innilega að þetta verði þróað meira þannig. Já. Ég held að það sé miklu meiri lykill að lausn heldur en að setja sko efnið í fókus. Nú ætlar að forðast þetta efni, sko. Já. Og bara eins og múst tala með hegðun, að það kemur út frá líðan. Já. Ef við erum að skoða því líður útrúlega illa og þú ert náttúrulega áfengið til að deyfa, ef við skoðum líðanina, þetta kannski áfengi út þá? Já, getum við þá fundið annað bjargráð? Ef við gefum okkur að, þú veist, ok, þetta virkaði upp að einhverju marki og síðan bara vinnur áfengi vinnuna sína og eitrar þig, þú veist, það er bara þannig og gerir þig háðan og allt þetta sem það kann að gera og hinn efnin líka. Þannig að en hvað er það þá sem að hjálpar þér og þá þarftu að vita hvað átt með í höndunum af því það er ekki sömu úrræðin og sömu bjargráðan sem henta öllum. Getur ekki búið one size fits all. En ég vona að þetta svona það sem við erum að gera núna, að það hafi áhrif. Ég finnst þetta bara rosalega jákvætt og bara æðislegt að horfa svona vítt í ykkar námi, sko. Það er bara geggjað. Takk fyrir að hitta ykkur. Já, takk fyrir mig bara. Og gangið vel í öllu þínu, ég hlakka til að fylgjast með öllum trilljón verkefnum þínum. Já, takk fyrir.